Það sem við ætlum að gera að fara aðeins yfir bara tölulega staðreyndir ferðaþjónustu á Norðurlandi og aðeins reyna átta okkur á því hvað ferðaþjónustu á Norðurlandi í rauninni hvert umfang hennar í hagkerfi sveitarfélagana hérna. Hvað í rauninni yfirskriftin kannski sem settar upp bara hvað gerir ferðaþjónustan fyrir sveitarfélag á Norðurlandi og það náttúrulega margt eins og svo sem hefur komið fram hérna áðan en það sem nú ætla ég að setja þetta hér megin svo að ég fari ekki að pota í þetta á meðan ég setja hendurnar í vasann sem ég geri óvitandi og það í rauninni og það flettist ekki þetta kemur endalaust í höfuðið á mér nei ekki vill að virka það sem við höfum verið að gera undanfarið og kannski má segja að þetta hafi byrjað fyrir 2 árum síðan af einhverju alvöru sem hugmynd þegar við vorum búin að heyra eiginlega einum of oft frá ýmsum í sveitarstjórnum á landinu að það væri svo mikil kostnaður í ferðaþjónustu og litlar tekjur af henni og það sem við fórum að velta fyrir okkur hvernig getum við þessar upplýsingar til sem við getum tekið saman til þess að sveitarstjórnarfólk geti bara farið inn á einhvern stað og bara fletti upp ef sveitarfélagi mitt lítið hagkerfi hvert þá umfang og umsvif og áhrif ferðaþjónustunnar á það hagkerfi og það svona grundvallar spurningin í rauninni sem að þetta verkefni ferðagögn.is mælaborðið sem þar gengur út á það í rauninni hugsað til þess að auðvelda fólki alls staðar á landinu að átta sig á ýmsum svona grunnstærðum varðandi ferðaþjónustu á sínu svæði og þannig að það hægt að skoða landið í heild sinni, það hægt að skoða landshluta eins og Norðurland vestra, Norðurland eystra, Vestfirði, Austurland og svo framvegis eða það hægt að fara alveg niður á einstaka sveitarfélög eins og Skagabyggð eða Akureyrarbæ eða þar fram eftir götunum og það lítur svona út og þetta á ferðagögn.is og við erum að bara byrja aðeins þarna og ef við sjáum það þá eru heildaratvinnutekjur af ferðaþjónustu 151 milljarður og það svo skemmtilegt að það það bil sama tala á ríkið færi í skatttekjur af ferðaþjónustu á árinu 2022 sem þessar tölur eru teknar upp úr, það eru síðustu tölur sem við höfum og eins og þið þekki vel mörg ykkar að þá gagnaöflun af ferðaþjónustu og ferðaþjónustu töluvert ábótavant og það birtist til dæmis í því að við getum ekki uppfært þetta mælaborð líklega fyrir í október, jafnvel í nóvember vegna þess að þá ekki allar tölurnar komnar inn sem okkur vantar fyrir en þá fyrir árið 2023 þannig að við erum í rauninni alltaf að horfa aftur í tímann við erum aldrei að fá almennilega rauntölur við erum alltaf svolítið að horfa á söguleg gögn og frekar 2 ár aftur í tímann heldur en 1 en þetta nú ýmislegt samt í þessu sem að hefur staðið til bóta og það sem að mjög ánægjulegt fyrir okkur sem höfum sett upp þetta verkefni að við erum að sjá að þetta að gagnast. Þetta að gagnast sveitarstjórnarfólki, þetta að gagnast stjórnmálamönnum, embættismönnum. Það var mjög áhugavert þegar eldgosinn byrjuði í Grindavík að þá fór ég á fund með ferðaþjónustu fyrirtækjum þar og fulltrúum sveitarstjórnarinnar, lögreglunnar og fleirum, ráðherra. Það sem var verið að tala hvað atvinnufyrirtækin þyrftu og þar var spurt á fundinum bara, veit einhver bara hvað eru margir í ferðaþjónustu í Grindavík og hvað tekjum þeir að skila, veit einhver þessar tölur og ástæðan fyrir því og ég gat náttúrulega staðið upp og bara þulið þetta upp úr mælaborðinu, bara já, hérna þetta allt saman, þetta bara svona margir og það svona margir launþegar og þeir skila þetta miklum atvinnutekjum og svona skatttekjurnar sem bærinn fær og allt þetta og fólk bara satt og gapti, þetta bara til? Fjármálaráðuneytið var að spyrja mig í gær hvort einhver ætti þetta og þannig að stundum líka vantar þekkingu á æðstu staðinni stjórnsýslunni þar sem maður heldur að hún eigi að vera til en það sýnir bara þörfina á því að taka svona saman og þegar að verið að taka ákvarðanir vegna þess að hugmyndin með þessu náttúrulega sú að þegar verið að taka ákvarðanir að þá liggi það svolítið fyrir og það sé hægt að vísa einhver gögn til grundvallar þeim ákvarðunum þannig að sveitarstjórnarfólk geti séð það þegar það með 2 ákvarðanir kannski býta á eigum við eða peningunum í þessa atvinnuuppbyggingu eða þessa hér
eða eigum við í stefnumótunarvinnunni okkar stefna því að verða svona sveitarfélag eða svona sveitarfélag sem leggur áherslu á þetta eða hitt? Hvað er þá þessi atvinnugrein að gefa okkur? Hvernig eru umsvifina núna? Og þetta kemur alltaf á óvart, það er alveg ótrúlegt, það er eiginlega hvert einasta sinn sem að við förum með svona tölur úr þessu og segjum frá þessu, það er alltaf eitthvað sem kemur fólki á óvart. Ég var til dæmis á Rotary klúbbi Hafnarfjarðar daginn og var að segja þeim frá því að það væru, ég man ekki hvað það var, akkurat núna, einhverjir rúmlega 100 eða eitthvað, atvinnurekendur í ferðaþjónustu í Hafnarfirði. Og þar var fólk bara, hverjir eru það? Hverjir eru í ferðaþjónustu í Hafnarfirði? Og auðvitað er mikið af þessu eins og við þekkjum, kannski jafnvel einyrkjar með einn bíl eða eitthvað slíkt, en þetta sýnir okkur samt að iðulega þá er meira í gangi í þessari atvinnugrein heldur en við gerum okkur grein fyrir. En því er líka ansi misskipt eins og við sjáum hérna á eftir. Bara til að renna snögglega yfir þetta, þá þekkið þið þessa tölu, fjöldi erlendra ferðamanna, 2,2 milljónir í fyrra. Nei, 2022 segi, fyrir ekki þið. Nei, 23 tölur. Og fjöldatalan er jú talan sem allir tölnast á, en við vitum öll hér að það er ekki talan sem skiptir máli. Hlutur ferðaþjónusta vergri landsframleiðslu er 8,8%. Og þegar maður slæðir fram svona, verg landsframleiðsla 8,8%, hvað þýðir það? Jú, það þýðir það að hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu Íslands, hann er sá sami og hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu Þýskalands. Og af hverju setjum við það í það samhengi? Jú, við setjum við það samhengi vegna þess að það halda allir að ferðaþjónusta sé eitthvað spes og rosa stórt og allt öðruvísi á Íslandi heldur en í Evrópu. Það er ekki þannig. Við erum bara eins og Þýskaland, 8,8%. Við værum alveg til í þetta væri 6,5%. Það er að segja hlutur annarra atvinnugreina bara stækki. Það er gott fyrir alla. En við ætlum ekki að tróða ferðaþjónustuna niður til þess að minnka þennan hlut. Og þetta þýðir það, bara svo að þið getið haft það með ykkur í kaffispjallið við stjórnmálamenn aðra, eggin eru ekki í sömu körfunni öll, sko. Þau eru bara í mjög mörgum körfum. Og ferðaþjónustan og stækkun hennar hefur gert það að verkum að eggin er í mun fleiri körfum núna heldur en þeim voru 2008. Það er það sem hefur verið að gerast. Þetta diversification of the economy, eins og sem að alla stjórnmálamenn á Íslandi dreymdu áratugum saman. Það er allt í einu orðið að veruleika. Og er að verða að betri veruleika þegar við fáum líka síðan upp hugverkaiðnaðinn, ennþá sterkari sem fjórðu stóðuna í gjaldeyrisöflunina. Og það verður bara gott fyrir alla, líka okkur. Þannig að bara svona til að setja þetta aðeins í þetta evrópska samhengi og ég mun koma því aftur og eftir. Hlutur ferðaþjónustar á heildarútflutningi og hér erum við kannski pínlítið öðruvísi heldur en sumar af þessum þjóðum sem við erum að bera okkur saman við. Þannig að tölurnar geta verið mismunandi líkar en það segja mismunandi hluti. Við erum með 32% af heildarútflutningi landsins. Og það segir okkur að það er það sem er pínu, ok, það er svolítið mikið. Og við vorum komin upp í tæplega 40% fyrir faraldurinn. Og það er orðið mjög mikið. Þannig að það segir okkur að við þurfum á ennþá meiri fjölbreytni í atvinnulífinu að halda og sérstaklega í útflutningsgreinum. Þannig að það er ekki sterkt fyrir land að vera með mjög fáar útflutningsgreinar sem hver og einn stendur fyrir mjög stórum hluta. Það er mun sterkar að vera með fleiri útflutningsgreinar þar sem þetta dreifist jafnar. Og þarna erum við svolítið öðruvísi heldur en Evrópuríkin vissulega. Og það er kannski það sem fólk er að gagnrýna þegar það er að tala um þetta. En þetta þýðir líka það að við erum orðin nærri því jafn stór og fiskurinn og álið til samans þegar við horfum á útflutningstekjurnar. Ef við skoðum síðan staðgreiðslu skyldar launagreiðslur, við erum ennþá að horfa á landið í heild sinni, áður við komum á Norðurlandi í samhenginu. Og þá sjáum við það að þær hafa verið að vaxa, bara með og þær fylgja algjörlega línuriti, hjartalínuritinu í vöxti ferðaþjónustunnar. Og við erum núna komin upp í 11,7% sem er svipað og við vorum í fyrir faraldur. Þannig að við erum búin að ná nokkurn veginn aftur stöðun í atvinnu uppbyggingunni. Og 11,7% af staðgreiðslu skyldum launagreiðslum segir okkur það í rauninni að ferðaþjónustu störf eru það bil 11-12% af störfum í landinu, svona cirka. Fer aðeins eftir hvar á landinu við erum, hvort það eru fleiri eða færri, en svona í heildina litið. Það má segja að ferðaþjónusta sé svona cirka
10. hluti af launagreiðslum í landinu. Sirka 10. hluti af störfum í landinu, svona það bil. Og aftur, ef við byrjum það saman við Evrópu, þá 10. hvert starf í Evrópusambandinu ferðaþjónustustarf. Þannig að við erum algjörlega sambærileg þar líka. Við erum ekkert óvanalega stór að þessu leyti. Við erum óvanalega stór að því leyti að við erum bara lítið hagkerfi með fáar útflutningsgreinar og þess vegna eru útflutningsverðmætin svona stór hluti. Og það er veikleiki, vissulega. Þetta var ennþá verða þegar ferðaþjónustan var eiginlega ekki neitt. Og við vorum bara með í rauninni hráfur útflytjandi en ekki þjónustufur útflytjandi. Og af hverju skiptir þetta máli? Jú, þetta skiptir máli fyrir efnahagslífið í heild sinni og svo umbreyting sem hefur orðið ekki bara á landinu í heild, heldur líka í hverju einu sveitafélagi þar sem að ferðaþjónusta hefur tekið við sér og blómgast, er það að, ég skal ágæta að setja þetta í heildarsamhengið, sko. Gylfi Zoëga orðaði þetta þannig á fundi hjá okkur 2019 að þessi breyting þar sem að þjónustuútflutningurinn kemur inn, ferðaþjónustan kemur inn, hún hefur gert það að verkum að Ísland er orðið líkara Þýskalandi heldur en Grikklandi. Það er að segja þetta sem að Lilja, ferðamálaráðherra er alltaf að tala um að ferðaþjónustan hafi búið til gjaldeyrisvaraforða sem var ekki tekin að láni. Það er að segja við þurfum ekki að fá lánaðan gjaldeyri til þess að standa undir öllu sem við erum að gera. Við búum til okkar eigin gjaldeyri núna sjálf þar að þegar þjónustuvör og þjónustujöfnuður eru jákvæður mörg ár í röð samfellt. Og Gylfi orðaði það þannig líka, hann sagði þetta hefur einu sinni gerst áður í hagkerfinu og það var í 2 mánuði 1947. Svo kom ferðaþjónustan og síðan hefur þetta verið nánast stöðugt og það er þjónustan sem er að búa það til. Þegar við horfum á þetta sem hlut ferðaþjónustu af atvinnutekjum allra atvinnugreina og hér erum við komið Norðurland vestra og Norðurland eystra. Norðurland vestra eru hérna dökkusúlurnar og eystra eru ljósusúlurnar eða rauðu. Og þetta er náttúrulega mynd sem að þið kannist við, þar að segja þennan mun. Þarna kemur í rauninni rosalega skýrt í ljós hver munurinn er á Norðurlandi eystra og Norðurlandi vestra. Sá munur felst náttúrulega einhverju leyti líka bara í íbúafjölda. Akureyri er austanmegin, það þýðir að massin af íbúunum er austanmegin, það þýðir líka að massin af fyrirtækjunum er austanmegin og þetta fylgist allt að. Þannig að þetta er ekki þannig að Norðurland vestra sé að standa sig eitthvað miklu verr heldur en eystra. Þetta er bara, svona liggur þetta bara. Ef við myndum taka Akureyri og draga línuna öðruvísi, hinum megin við Eyjafjörðinn, þá myndi súlurnar snúast við. Og að einhverju leyti að minnsta kosti. Vera hins vegar kannski ekki alveg svona dramatískar vegna sem við erum líka með, er það ekki Mývatnssvæðið, inn í austanmegin. Það hefur líka töluvert að segja það inn. En munurinn á þessu, og við horfum á 2023, að þá eru hlutur ferðaþjónustu af atvinnutekjum allra atvinnugreina. Það er að segja að þær atvinnutekjur sem eru greiddar í ferðaþjónustu, sem hlutallar heildinni, það er 8,5% Norðurlandi eystra, 5,3% Norðurlandi vestra. Það er að segja 5,3% af atvinnutekjum á Norðurlandi vestra eru ferðaþjónustu atvinnutekjur. Og þetta sýnir svolítið þennan drastiska mun og auðvitað segja prósentutölur ekki allt vegna þess eins og ég var að segja, þá er náttúrulega íbúafjöldin 5% af íbúi Norðurlands vestra er töluvert færra fólk heldur en 8,5% af íbúafjölda Norðurlands eystra væntanlega. Við getum líka sett þetta svona upp. Þetta eru sveitafélögin og þarna sjáum við að Þingeyjarsveit náttúrulega bara trónir við höfuð herðar yfir alla aðra. Það er að segja, þar eru ekki gríðarlega margir íbúar en mjög stór hluti þeirra starfar í ferðaþjónustu. Þannig að atvinnutekjurnar í Þingeyjarsveit sem er svona það sem við köllum ferðaþjónustu sveitafélag, þau eru ekkert mjög mörg á landinu en Þingeyjarsveit og Vík í Mýrdal eru bestu dæmin utan höfuðborgarsvæðisins að hún trónir yfir þessu öllu saman. Svo erum við meðaltalið á landinu öllu og við sjáum að öll hins sveitafélögin á Norðurlandi eru undir meðaltalinu. Og þar erum við með í Norðurlandi vestra Skagabyrð, Skagaströnd, Húnabyggð, Skagafjörð. Þau eru öll hér í neðstu flokkunum og það segir okkur, ekki það að þetta sé allt svo skelfilegt þar, það segir okkur það að tækifærin eru gríðarleg. Vegna þess að
nú ég staddur á aðalfundi ferðamálafélags Skagafjarðar, núna bara þriðjudaginn, og það alveg augljóst þar að fólk sér fullt af tækifærum. En þar þarf líka kannski að taka ákvarðanir bæði í einkageiranum og í opinbera geiranum sem styðja undir það að þessi tækifæri geti nýst. Og það til dæmis spurning býtu, af hverju ætli, þegar við förum að spyrja okkur svona spurninga eins og af hverju ætli það gangi svona mikið hægar að byggja upp ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra heldur en Norðurlandi eystra, þá það ekki vegna þess að það sé eitthvað síðri náttúruperlur eða aðdráttarafl á Norðurlandi vestra. Það eru vissilega betur þekktari náttúruperlur á Norðurlandi eystra, en tækifæri liggi því að kynna þær sem eru vestanmegin, en það vantar kannski hluti eins og stærri gistirými, konsentreraðir hótel og svo framvegis. Þannig að vegna þess að allt þarf þetta að fara saman. Til þess að byggja upp nýja segla, til þess að fá fólk til þess að stoppa við þá segla, þá þurfum við að hafa gistirými, og við þurfum helst að hafa gistirými fyrir að taka ákveðið stóra hópa, ekki satt. Þannig að í því felst líka mjög mikilvægur hluti, og síðan þurfum við að hafa afþreyingu. Og þetta alltaf svolítið spurning það hvort kemur undan, eggið eða hænan. Það afþreyingin sem kemur undan, eða það gistingin sem kemur undan, eða þurfum við að byggja upp segulinn fyrst og þá kemur gistirýmið því að þá sér einhver sér hagi að fjárfesta. Þetta getur verið mismunandi svæðum, en í grunninn þá erum við alltaf með sama vandamáli. Þetta þarf alltaf að vinna saman og það verður að byrja einhvers staðar. Og við segjum stundum að það sé tvennt sem að þarf til, kannski fyrst og fremst. Það þarf fyrst og fremst annars vegar, sem sagt, trú sveitarfélagana á það að ferðaþjónusta sé eitthvað sem að eigi að ýta undir og geti til langra framtíðar verið skynsamleg fjárfesting fyrir sveitarfélagið. Og það hægt að taka ýmsar ákvarðanir til þess að ýta undir það, og ég held til dæmis að ákvarðun sveitarfélagana að vera þáttakandi í markaðsstofu Norðurlands sé búið að sanna sig fyrir löngu síðan að hafa verið rétt ákvarðun til þess að byggja upp atvinnu á öllu þessu svæði. Og það að í tölunum þá sjáum við meira af stærri hluta og meiri atvinnuuppbyggingu á austursvæðinu, að það ekki endilega vegna þess að það hafi ekki verið sinnt í því starfi í vestursvæðinu, heldur það kannski líka bara alls konar undirliggjandi þættir. Okkur vantar líka hitt atriðið sem einkafjárfesting. Og það þýðir ekkert fyrir sveitarfélaginu að segja bara nú viljum við verða ferðaþjónustu sveitarfélag og gera þetta og hitt. Ef að fjárfestar eru síðan ekki tilbúnir að koma inn, eins og til dæmis ég hef stundum nefnt dæmið á Vestfjörðum, þar sem að alveg ljóst að það þarf hóteluppbyggingu, bæði á norður- og suðursvæðinu á Vestfjörðum, og það verður ekki gert nema með einkafjárfestingu í mjög þolinmóðu fjármagni. Það sem að fólk bara tilbúið að koma inn og tapa peningum nánast eins og það sé verið að reka flugfélagar fyrstu 5 til 8 árin. Ég meina, nú hlær hótelrekandinn, veit hvernig þetta virkar. Og þetta svolítið það sem að þarf til, og þetta eru hluti sem að þarf að horfa á í 10, 15, 20 ára framtíð. Ekki í 4 ára framtíð pólitíkusins. Og sem betur fer erum við með í sveitarfélögunum mikið af fólki sem hefur bara búið mjög lengi á svæðinu og skilur þetta algjörlega. Og ekki svona þessi klassíski pólitíkus sem bara að horfa 4 ára fram í tímann. Heldur til næstu kosninga. Og við höfum séð það skila sér gríðarlega vel á mörgum stöðum á landinu. Þetta athyglisvert líka, og við sjáum á öllum þessum glærum þennan mikla mun sem á milli þessara svæða, og þá væri gaman að heyra ykkur kannski aðeins á eftir með svona þegar við yfir kaffibóllunum hvað þarf til, sérstaklega vestanmegin, til þess að rétta af aðeins þessar hlutfallaglærur. Þetta rauninni hluturinn af ferðaþjónustu á landsvísu, og hér sjáum við að Norðurland í heild sinni með rúmlega 6% af atvinnutekjum í ferðaþjónustu á landinu öllu. Það ekkert sérstaklega shabby, það bara ágætt. En við myndum kannski vilja sjá þetta einhvers staðar fyrir ofan 8%. Og til þess, það gerist ef við náum að nýta tækifærin Norðurlandi vestra ekki síst. Og núna til dæmis til að setja þetta í samhengi við verkefni markaðsstofu Norðurlands,
þá eru þau verkefni sem að hafa verið gerð gríðarlega vel, og ég nefni gjarnan 3 hér þegar ég að tala við fólk sem ekki á Norðurlandi, og það eru Norðurstrandarleiðin, það Demantshringurinn og flugklassinn. Þessi 3 verkefni eru bara með því besta sem hefur verið gert í markaðssetningu á Íslandi. Það steinliggur, það bara þannig. Og það þarf að gera svona verkefni á öðrum stöðum á landinu líka. Og ég segi til dæmis varðandi vetrarferðaþjónustu, það ekkert sem stendur í vegi fyrir því beinlínis, eða við skulum segja, það ekkert sem segir að það sé ekki hægt að búa til alveg eins ferðamódel á veturna á Norðvesturlandi eins og hefur gerst með 7 daga ferðirnar með hollensku ferðaskrifstofunni í Mývatnssveit. En það þarf kannski samvinnu og framsýni og svona styrk samvinnunar eins og Viggo var að tala til þess að búa þetta til. Og kannski vantar líka það sem að Mývatnssveit hefur upp á að bjóða, mikið af gistirými. Þannig að það auðvelt að taka móti stærri hópum. Og ég segi þetta alveg eins á Egilsstöðum. Það ekkert sem segir að það sé ekki hægt að fljúga hópum beintir á Egilsstöð og búa til vetrarferðamennsku þar í einhvers konar hringjum. Það ekkert sem segir að það sé ekki hægt að búa til, taka þessar frábæru vörur sem búið að búa til vegna þetta eru vörur, Demantshringurinn og Norðurstrandarleiðin, og búa til svoleiðis vöru á Austurlandi. Það þarf kannski ekki 2 eða 3, kannski það bara 1. Það verið að reyna að búa þetta til á Vestfjörðum. Það hugmyndir að gera þetta á Austurlandi líka, og þar fólk að horfa til þessi markaðstofa Norðurlands hefur gert með þessum tveimur leiðum. Og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt vegna þess að það allt annar bragur á því og miklu meiri árangri sem hægt að ná með því að markaðssetja vöruna Norðurstrandarleið eða Demantshringurinn heldur en Visit Norðurland, Visit North Iceland. Þetta bara allt annað mál. Hvað á ég að gera á North Iceland? Hvað það? En Demantshringurinn, ég veit hvað það Þetta bara eins og munurinn á því að markaðssetja Norður Skotland, eða hvað var það? Skotland 500, það ekki? Sem ökuleiðin þar sem að Norðurstrandarleiðin svolítið svona tekur inspirasjón frá einhverju leyti. Þannig að þarna eru tækifærin og það hægt að nýta þau, og ef við skoðum fjárhagslega áhrif ferðaþjónustunnar á sveitarfélögin, bara til þess að útskýra hvað í þessum gögnum, þegar við tölum áætlað útsvar, þá erum við að taka útsvarsprósentuna, við erum að margfalda hana með fjárhæð atvinnutekna í viðkomandi sveitarfélagi. Við erum að fá gögnin frá Hagstofu Íslands og Sambandi sveitarfélaga. Og þetta eru 2 Dilja, þú verður að hvíslaði mér leiðréttingu ef þetta eitthvað villust. Þetta eru 2 aðeins mismunandi leiðir sem við notum til þess að tekka hvora af. Áætlaðir fasteignaskattar aðferðafræði sem við unnum með Sambandi sveitarfélaga og áætlar fasteignamat, veiting á gististaða innan viðkomandi sveitarfélaga og margfaldar það með álagri fasteignaskattsprósentu sem við á. Það að segja að við erum að reyna að taka, þetta rauninni bara veiting á gististaðir, og við erum að reyna að finna út hlut fasteignaskattana sem að það greiðir sem eru svona þessir augljósu ferðaþjónustu staðir, hvað fasteignaskatt eru þeir að greiða af þessum hlut atvinnutekna fasteignaskatta sem að atvinnu fasteignaskatta sem eru að koma inn. Þetta pínuflókið, en þetta segir okkur líka vegna þess að þetta eru bara veitinga á gistihús, að þá eru til dæmis vélsleðahúsin og bílaverkstæðin og allt þetta sem eru í verkstæðið hjá SBA til dæmis, það ekki inn í þessu. Þannig að þetta hærri tala, þetta van áætluð tala að öllum líkindum alls staðar. Þannig að svona, við skulum segja varlega áætluð. En svona lítur þetta út og þið sjáum, Dilja setti þetta í sama skalan, bara til þess að við sjáum munin. Og þá sjáum við aftur hvað kannski sérstaklega þessi þéttni á ferðaþjónustunni miklu meiri á Austursvæðinu sem að náttúrulega við vitum. En hér erum við með rúmlega 2022 rúmlega 2 milljarða sem að koma inn í skatttekjur til sveitarfélaga á Norðurlandi eystra frá ferðaþjónustu beint.
Og þetta eru bara ferðaþjónustu fyrirtæki. Hér eru þetta hins vegar að mig minnir 276 milljónir. Þannig að þannig er gríðarlegur munur og það er þess vegna getur það skipt töluverðu máli og hér kemur þegar sveitarstjórnarfólk, og þetta er kannski áhugaverð spurning fyrir Katrínu að velta fyrir sér á leiðinni heim. Þegar við sjáum svona mun, þá er alveg eðlilegt að sveitarstjórnarfólk velti fyrir sér eigum við eitthvað að vera að þessu yfir höfuð. Eða, býtu, hvað getum við gert til þess að verða svona? Af því það eru peningar í þessu, sko. Það er það sem þessi súla segir. Það er hellingur af peningum með þessu. Og þá kemur líka önnur spurning. Geta framlög sveitarfélaga til apparats eins og Markaðsstofu Norðurlands sé til þess að þessi súla verði nær þessari hér? Og önnur spurning er ef það koma 2000 milljónir inn, af hverju er þá Akureyrarbær að sleppa út 8? Það er svona alltaf spurningu það hverju áttu í þessu opinbera systeminu, hver stóru hlut áttu að endurfjárfesta í atvinnugrein sem er að skila þér peningum. Bara eins og út með fyrirtæki, þú færð inn tekjur, þá hlýtur að endurfjárfesta einhverju í markaðssetningu og inn í fyrirtæki til að halda því við, til þess að halda tekjunum áfram. Og ég hef þá kenningu að stjórnsýslan, það er að segja bæði sveitarfélög og ríkið, eigi að fylgja þeirri sömu reglu. Hún er að gera það til dæmis með sjávarútveg. Það er verið að halda úti Hafrannsóknastofnun, rannsóknarapparati. Það er verið að nýta peningana sem koma þar inn, stærri hluta heldur en nýti peningana sem koma inn á ferðaþjónustu til þess að endurfjárfesta í greininni, til að sjá til þess að hún haldi áfram að skapa peninga fyrir samfélagið. Og það er það sem maður þarf að gera líka í ferðaþjónustuna stærri hluta. Og þegar við erum með verkefni eins og Markaðsstofu Norðurlands og áfangastaðastofunar á landinu sem hafa verið að sýna þær eru að skila árangri, að þá er full ástæða fyrir sveitarfélögin að ýta undir það starf vegna þess að það mun bara skila meiri peningum þegar til lengri tími litið. Hér erum við með hlut af skatttekjum sveitarfélaga, það er að segja áætlaða skatttekjur allra sveitarfélaga landsins af ferðaþjónustu. 9,7% af skatttekjum sveitarfélaga falla til sveitarfélaga á Norðurlandi. Og þannig erum við aftur komið með það að þetta er bara ágætis tala, hún er sirka í þessu tíunda hlutfalli sem ferðaþjónustan svona almennt er nokkurn veginn í. Þetta er án jöfnunarsjóðs og við sjáum aftur munin á sveitarfélagunum og þarna er gríðarlegt tækifæri það hvernig sveitarfélag á Norðvesturlandi og þá líka kannski hvernig Markaðsstofa Norðurlands og SSNVAF geta unnið saman í því að nýta þau tækifæri. SSNVAF er búið meðal annars að gefa út skýrslu sem Hjörtur Smárusson gerði í fyrra möguleika á því að efla ferðaþjónustu á svæðinu og þar er réttilega sagt að það tekur tíma, það er eitthvað sem gerist ekki 1, 2 og 3 en það eru sett mjög áhugavert markmið þar og að mörgu leyti metnaðarfullir mælikvarðar og svoleiðis vinna er eitthvað sem getur skipt máli líka í þessu að halda henni síðan áfram, síðan þarf að framkvæma það eins að taka skref til þess að það sem þar er sett fram svo sín verða veruleika. Og í lokin þá ætla ég að setja þetta hérna upp sem að þið hafið kannski séð. Við gáum út skýrslu sem að Reykjavík Economics vann fyrir okkur skattspor ferðaþjónustunnar 2022 og það var 152 milljarðar, þar af eru 63 milljarðar að við minnir í sem að er virðisaukaskattur. Við erum náttúrulega eina útflutningsgreinin sem greiðir virðisaukaskatt yfir höfuð eða skilar honum, við greiðum hann ekki, við skilum honum til ríkisins. Og svona einföld verkefni eins og að klára flughlað. Ég man nú eftir því og rifja stundum upp að þegar ég var aðstofamaður í forsætisráðuneytinu þá fór eitt fjárlagagerðar tímabil hjá mér í því að ganga milli Pontíusar, Pílatusar og Heródesar í fjárlaganefnd og fjármálaráðuneytinu og reyna að sannfæra fólk það fyrir hönd forsætisráðherra að það væri skynsamleg ráðstöfun á fjármagni að setja 50 milljónir í það að það væri hægt að keyra vörubíla fulla af efni úr Vaðlaheiðargöngum og í flughlað á flugvöllinu, munið eftir þessu. Þetta tók 3 mánuði
og ætlaði eiginlega ekki að náðast. Þetta voru 50 skitnar milljónir í verkefni sem var augljóslega skynsamlegt. Og svona getur þetta stundum verið, en þarna kemur þetta aftur. Þetta var sjálfsögðu kannski ekki orðið 152 milljarðar þá framlag ferðaþjónustunnar. Þetta var 2015 minni mig, eða 14, man ekki hvort það var. En þá var ferðaþjónustan búin að sýna sig að hún væri að verða stærsta atvinnugrein landsins. Og núna sýnir þetta okkur einfaldlega það að það er hægt að nota þetta vegna þess að gjaldeyristekjurnar, ef við setjum í þetta samhengi, gjaldeyristekjurnar sem komu inn í ár eru 500, á síðasta ári eru 598 milljarðar og það eiginlega samsvarar því þá að ef við horfum á gjaldeyristekjurnar að þá fyrir fjórða hver króna að minnsta kosti vegna þess að þetta eru 2022 tölur og 2023 tölurnar eru hærri fyrir skattinn, rúmlega fjórða hver króna fer beint til ríkisins af því sem ferðamaðurinn kemur með til landsins. Og það skiptist síðan á milli ríkis og sveitarfélaga, það er að segja fer til hins opinbera. Þannig að þetta er arðbær fjárfesting fyrir ríkið og það gleymist stundum því að Excel-skjöl fjármálaráðuneytisins og stundum sveitarfélagana gera ekki alveg ráð fyrir því að það sem að fer í kostnaðarliðin sé fjárfesting. En það er þannig þegar kemur ferðaþjónustu, sérstaklega þegar við erum að tala um markaðssetningu og ferðaþjónustu. Það er líklega arðbærasta fjárfestingin af öllum fyrir hið opinbera. Við erum með síðan fjölda af öðrum gögnum, ef þið viljið skoða þetta, og ég ætla ekki að fara djúpt í það, en við erum hlaupa hratt yfir nokkra tölur, þá erum við með herberginýtingu á hótelum á Norðurlandi 49% heilt yfir árið. Það segir okkur að árstíðasveiflan er ennþá mjög mikil. Við erum með á móti er þessi tala á landinu 69%. Þannig að Norðurland er 20% stigum undir meðaltalinu. Og ég minnir að ég var að skoða þetta á Norðurlandi vestra núna á þriðjudaginn þá var, held ég munið rétt að þessi tala, árstíðasveiflutalan er það að við erum ennþá með 68% af allri herberginýtingunni sem er að koma inn á 3 stærstu mánuðum ársins, þetta yfir háanina. Þannig að þetta er ennþá mjög mikil sveifla. Þetta eru fjöldi starfandi, erum 2400 tæpir einstaklingar og fjöldi launagreiðanda er, hvað haldið að séu mörg fyrirtæki að greiða laun í ferðaþjónustu á Norðurlandi? Viljið þið giska? Engin veit. Þetta er talan sem engin veit nokkuð tíma. Þeir eru skráðir 455. En við vitum að það er töluvert mikið af pínulitlum fyrirtækjum sem eru skráð, sem eru ekki í miklum rekstri eða með mjög litla tölu. Þegar Ferðamálastofa tekur saman yfir allt landið, þá er þetta sirka rúmlega 2500 fyrirtæki sem eru með yfir 5 milljónir í ársveldu. En það eru 4000 og eitthvað skráð. Þannig að og svo framvegis. Þannig að þetta er svona það sem að við viljum kynna og ef þið viljið fá meiri greiningar á þessu eða viljið ræða þetta eitthvað með við okkur eða fara dýpra ofan í þetta, þá mæli ég bara með því að hafið samband við okkur og Diljá er boðurinn búinn að taka saman fyrir ykkur tölur fyrir ykkar sveitarfélag eða útskýra eða fara yfir og hvort sem er fyrir fólk í bransanum eða í stjórnsýslunni, jafnvel hvort tveggja eins og stundum er. En eftir að hafa sennilega best ég fara að gefa öðrum orðið því að það var náttúrulega gerð þau reygin mistök að segja mér ekki hvað ég hefði mikinn tíma til að tala. Þannig að ég ætla að reyna að hætta sjálfstæðum en ég legg áherslu á þetta að peningar sem eru settir í uppbyggingu og ferðaþjónustu þeir eru fjárfesting, þeir eru ekki kostnaður. Það er gegnum gangandi regla, alltaf. Sérstaklega þegar er að ræða fjárfestingu í verkefnum eins og markaðssetningu og eins og því sem Markaðsstofa Norðurlands og fleiri hafa verið að gera. Númer 2, þá langar mig að pikka upp þetta sem að Viggo var að segja styrk samvinnunar. Að
það núna loksins eftir töluvert epli, jaml og föður búið að ná að draga saman sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu í eina markaðsstofu. Og þetta bara gríðarlega mikilvægt og þetta strax farið að sýna sig að skila miklu skynsamlegri vinnu heldur en þegar það var einn atvinnufulltrúi í Kópavogi og hann var að dunda sér eitthvað einhverju og einn atvinnufulltrúi í Hafnarfirði sem var svona kannski eitthvað að tala um ferðaþjónustu og kannski ekki. Þetta bara allt í einu komin einhver fókus. Og þetta það sem áfangastaðastofunar gefa og ég tek algjörlega undir það að ég mæli fullkomlega gegn því að hvort sem sveitarfélög eða fyrirtæki fara að draga sig eitthvað út úr þessu starfi, sérstaklega sveitarfélög ræða, þau eiga frekar en að efla þetta starf, þannig að það hefur sýnt sig að það skilar árangri og það hefur líka sýnt sig, til dæmis hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, að vera einn að potast í sínum eigin runna, það skilar ekki árangri. Af því bara löng reynsla. Og að því gefnu segi ég takk fyrir okkur og ég vona svo bara til að þið skráið ykkur öll í SAF ef þið eruð ekki og segið öllum sem þið þekkið að þeir eru líka skráð sig í SAF. Arnheiður talar stundum um það að ég gangi með posan á mér en þetta snýst ekki félagsgjöld, þetta snýst styrk samtakamáttarins. Þannig að takk fyrir mig.